Í Esjunni, þar sem tröllin Gumpa og Haki búa, stendur mikið til. Þau hafa nefnilega ákveðið að fara í heimsókn til frænda þeirra, sem heitir Grjóti og býr í Dimmadal í Dyrfjöllum. Til þess að komast þangað ákveðu þau að ganga með fram hringveginum Ísland, sem nefnist Þjóðvegur 1. Þannig voru þau viss að rata austur á firði. Þau byrjuðu að leita að bakpokanum sínum til að geta pakkað saman fötum til að taka með sér. Bakpokinn þeirra sem var frekar stór fannst bara ekki. Hvar gat hann verið? Þau leituðu og leituðu. Þau leituðu inn í eldhúsi, undir pottum og pönnum. Þau veltu við steinum og þau lyftu björgum. En allt kom fyrir ekki. Þau fundu bara ekki pokan. Nú voru góð ráð dýr. Hvað gerum við núna? Spurði Gumpa. Tröllin settust á gólfið og fóru að hugsa. Hvað getum við gert? Við verðum að hafa föt til skiptana, það ekki? Spurði Haki. Gumpa stóð á fætur og fór að ganga gólf. Hún gekk hring eftir hring og í hvert skipti sem hún setti stóra fótinn sinn á gólfið, heyrðist mikill hávaði. Allt í hellunum þeirra titraði og skalf. Allt í einu kallaði hún: Ég veit, við klæðum okkur bara í öll fötin okkar. Já, kallaði Haki og stóð á fætur. Það góð hugmynd. Tröllin tíndust nú til í öll fötin sín og sett á gólfið. Þetta voru tvennar buxur sem Haki átti, 3 kjólar sem Gumpa átti og 1 belti sem var langt og mjótt og 1 snæri sem þurfti að ná utan Gumpu. Tröllin tóku nú til við að klæða sig í fötin sín með tilheyrandi látum. Þegar þau voru komin í öll fötin, stóðu þau brosandi og glöð og horfðu á hvort annað. Snúðu þér við, sagði Gumpa. Má ég sjá þig aftan frá? Haki sneri sér í hring og Gumpa skellihljó. Nú, þú, sagði Haki og Gumpa sneri sér við og þeir skellihljóu. Þau hlógu svo hátt að það hvein í fjöllunum. Og mannfólki skildi ekkert í þessu furðulega hljóði. Jæja, sagði Haki, nú erum við tilbúin og við getum farið að leggja af stað. Þau örkuðu niður hliðina í átt að þjóðveginum og byrjuðu ferðalagið. Þegar þau höfðu gengið í smá stund, komu þau að bílagöngum sem voru allt of lítil fyrir þau til að ganga í gegnum. Hvað gerum við nú? Spurði Haki. Við verðum bara að ganga Hvalfjörðinn, sagði Gumpa. Hvalfjörðinn, hrópaði Haki. Ég hræddur við hvali, sagði hann. Þú þarft ekki að vera hræddur við hvali. Þeir eru vinir okkar, sagði Gumpa. Þeir eru stórir eins og við og búa í sjónum, sagði Gumpa. Þeir eru mjóir og langir og geta líka verið breiðir og stuttir, sagði Gumpa. Allt í lagi, sagði Haki. Förum og heilsum upp á hvalina í Hvalfirði. Þau örkuðu á stað með miklum látum. Þegar þau voru komin innst í botninn sáu þau fyrstu hvalina. Þetta var búrhvalsfjölskylda. Þau eru svo stór og hávær, sagði Haki. Já, sagði Gumpa. Það heyrist hátt í þeim þegar þú slengjar borðinum sínum á sjóinn.
Pabbinn sem kallaður Tarfur getur náð 15 til 20 metra lengd og mamman sem kölluð Kýr getur verið 11 til 13 metrar á lengd. Þau eru 3 sinnum stærri en við. Gumpa og Haki settust í hlíðina og horfðu út á hafið. Þau sáu marga hvali og fullt af fuglum. Gargið í mávinum heyrðist hæst. Þau heyrðu líka í lófu og spóa og í nokkrum krummapurum. Eftir nokkra stund ákveðu þau að halda áfram. Þau gengu og gengu þar til þau komu að Breiðafirði. Vá, hvað eru eiginlega margar eyjar hérna, spurði Haki. Það eru nær óteljandi, sagði Gumpa, en við getum prófað að telja þær, sagði hún. 1, 2, 3, 2700. Þetta eru 2700 til 2800 eyjar, sagði Gumpa. Þegar þau gátu ekki talið lengur. Nú hættum við að telja og höldum áfram, sagði Gumpa. Rétt áður en þau hættu sáðu sel sem gólaði hátt. Sjáðu, sagði Gumpa. Hann að veifa okkur bless, bless, sögðu tröllin og héldu á stað. Þau gengu lengi og ákveðu að stytta sér leið með því að ganga þvert yfir Ísland fram hjá Eiríksjökli, sem lítill kringlóttur jökull, og Langjökli, sem stór og ílangur. Í fjarska sáu þau Vatnajökul, sem langstærstur. Þau ákveðu að hvíla sig í Mývatnssveitinni. Af hverju svona mikið af flugum hérna, spurði Haki. Ég hef aldrei séð svona mikið af flugum. Þetta eru mýflugur, sagði Gumpa. Þær eru nauðsynlegar fyrir lífríkið í Mývatni. Endurnar og fiskurinn sem lifir í vatninu étur flugurnar. Þau settust við vatnið og fylgdust með fiskum stökkva upp úr vatninu. Til að ná sér í flugu. Þau hörðu í öndum kvaka og kindum jarma, hestum neggja og kúum baula. Það notalegt að sitja hérna við vatnið, en við verðum að halda áfram. Þau stóðu upp og tóku stefnuna á Dyrfjöll. Eftir 2 daga göngu komu þau loks að Dyrfjöllum. Þau settust niður við stórurð og hoppuðu ofan í vatnið til að baða sig. Þau busluðu og voru með mikið læti. Þegar þau voru orðin hrein og fín, fóruðu þau gegnum dyrnar á Dyrfjöllum, ofan í Jökuldal og inn í Dimmadal, þar sem Grjóti frændi þeirra átti heima. Þau börðu á bergið til að láta vita af komu sinni, en ekkert gerðist. Þau börðu aftur hærra og enn aftur ennþá hærra. Ekkert gerðist. Hvað gerum við núna, spurði Haki. Hann örugglega sofandi og við þurfum bara að vekja hann, sagði Gumpa. Hvernig gerum við það, spurði Haki. Við köllum Grjóti frændi, vaknaðu 3 sinnum mjög hátt og klöppum höndunum saman á milli. Gerum það, sagði Haki. Tröllin tóku sér stöðu fyrir framan bergvegginn og kölluðu: Grjóti frændi, vaknaðu, klapp. Grjóti frændi, vaknaðu, klapp. Grjóti frændi, vaknaðu, klapp. Allt í einu heyrðist mikill hávaði. Þegar bergið opnaðist og Grjóti frændi steig út. Hvað eiginlega í gangi, spurði hann. Þetta eru bara við, kæri frændi, Haki og Gumpa frá Esjunni.
Hvað eru þið komin alla þessa leið til að heimsækja mig? Mikið það nú gaman, sagði hann. Það urðu fagnað fundir hjá tröllunum þegar þau löbbuðu inn í herbergið, þannig að jörðin skalf og titraði með tilheyrandi hljóðum.